Góðan daginn og verið velkomin á fyrsta Hafnaþing vetrarins. Bæði þau ykkar sem sitja hér í sal og eru á vefnum. Í dag ætlar hann Pavel Vašović, grasafræðingur hjá Náttúrufræðistofnun, að flytja fyrir okkur erindi frá snjódældum til hverasvæða. Erfðafræðileg fjölbreytni og vistfræði burkna af ættinni Struthioperis á Íslandi. Í erindinu eru fjallað niðurstöðurnar sem rannsóknir Náttúrufræðistofnunar hafa leitt í ljós á undanförnum árum. Ég vil bara gefa Pavel orðið. Takk fyrir og komið þið sæl. Ég heiti Pavel og í dag ætla ég að kynna niðurstöður verkefnisins sem beindi sig mitt af tveimur burknategundum af ættkvíslinni Struthioperis. Skollakambi sem á latínu heitir Struthioperis spicant og tunguskollakambi sem heitir Struthioperis fallax. En áður en ég byrja þá langar mig að þakka fyrir styrkinn sem við höfum fengið frá Orkurannsóknasjóði Landsvirkjunar til að standa undir kostnað við þann hluta verkefnisins sem fjallar erfðafræðilega fjölbreytni. En einnig vil ég nefna þau sem unnu að þessu verkefni og mig langar sérstaklega að nefna Guðrúnu Óskarsdóttur, gróðurvistfræðing frá Náttúrustofu Austurlands. Svo mig langar að nefna prófessora frá háskólunum á Akureyri og í Wrocław í Póllandi, Kristinn Pétur Magnússon og Bronisław Wojtuń. Svo Rannveigu Thoroddsen, líffræðing hjá Náttúrufræðistofnun og Hafdísi Sturlaugsdóttur, bónda á Húsavík á Ströndum, en Rannveig og Hafdís hjálpuðu mér mikið við krefjandi vettvangsvinnu við Deildartunguhver og í Ingólfsfirði. Þetta var árið 2021, fyrir 5 árum síðan. Já, það hefur lengi verið vitað að burkninn sem vex á heitum jarðvegi við öflugasta hver Evrópu, sem heitir Deildartunguhver og á Vesturlandi, sýnir óvenjulegt einkenni og þetta var árið 1876 þegar danski grasafræðingurinn Christian Grönlund uppgötvaði þetta plöntu fyrir vísindin. Hann var á þessum tíma á ferð til Íslands og var að safna alls konar plöntur. En upphaflega voru þessar plöntur flokkaðar sem afbrigði skollakambs, sem sagt Struthioperis spicant. En skollakambur eins og við getum séð á korti hér, tegund með víðtæka útbreiðslu í Evrópu og báðum megin við Kyrrahafið. Og alls staðar í Evrópu, en líka hér í Azoreyjum og bara eyjum á Atlantshafi. Á meðan tungluskollakambur bara ein íslensk tegund sem við vitum að vex bara á einum stað, sem Deildartunguhver. Það svo sannarlega gríðarlegur munur á plöntunum sem vaxa við Deildartunguhver og öðrum burknum úr sama ættkvísl, eins og við getum séð hér á myndum. Skollakambur, sem við getum kannski kallað frændi tunguskollakambs eða bróðir tunguskollakambs, þetta þessi stór planta hér, stór burkni sem vex til fjalla og með sígræn blöð sem vaxa upp sem sagt frá sterkum jarðstöngli. Þessi blöð eru fjaðurskipt og geta náð allt að 60 cm að lengd. Þetta ekki eitthvað svo lítið burkni. En skollakambur, það kannski líka mjög áhugavert að nefna það að skollakambur myndar tvenns konar blöð. Þetta eru blöð sem ljóstillífa og við getum séð þetta blöð bara hérna. Og svo eru líka blöð sem bera gró. Og þetta ekki eins vel sýnilegt, en ég merkti þetta með þessum rauðum orðum hérna á myndinni. En gróbæru blöðin eru öðruvísi. Þau vaxa upp rétt og líta út eins og þykklíðakambur. Svona líta út gróbæru blöðin. En tunguskollakambur, sem á myndinni A og myndinni B, þetta svona smágerð planta sem nær kannski 5 cm á hæð og myndar aðeins eins konar blöð. Og þetta blöð hjá tunguskollakambi
bæði ljóstillífa en líka bara gró. Eins og við getum séð hér eru sem sagt gróhirslur á blöðunni sem er bara bæði ljóstillífa og bara gró. Já, í þessu verkefni einbeitum við okkur að eftirfarandi spurningum. Fyrsti spurningin var hver eru helstu munurinn á búsvæðum tunguskollakambs og skollakambs. Og við vitum auðvitað að þetta búsvæði eru mjög ólík. En hvað nákvæmlega ólík? Og hversu mikill munurinn? Þetta vitum við ekki. Og önnur spurning var svo, fylgir erfðauppbygging stofnanna þessari aðgreiningu búsvæða? Tunguskollakambur erfðafræðilega ólíkur skollakambi eða ekki? Og ef þetta raunin, ef hann ólíkur, þá getum við álíktað að hér séu svona þróunarverki sem leiða til tilkomu staðbundið aðlagaðs arfgerðar og svipgerðar. Í rannsókn okkar notuðum við gögn frá 10 stofnum frá Íslandi, en verðar hérna, en einnig frá 3 erlendum stofnum, það frá Asoreyjum, norðurhluta Skandinavíu og frá Suðurlandafjöllum í Mið-Evrópu. En nú byrjum við með niðurstöður og við byrjum kannski með eitthvað létt sem sýrustig jarðvegs. Og til að byrja með ég ætla að minna á hvað sýrustig svo að við erum á sömu blaðsíðu. Og í efnafræði sýrustig, eða stundum þetta sagt að þetta pH, þetta mælikvarði á hversu súr vökvi Og svo þetta getur verið gildi frá 0 til 14, en gildi frá 0 til 7 tákna svona súra lausn, sem bara sýru, já, og því súrari þetta lausn því lægra gildið. Svo gildið 7, sem táknar bara hlutlausa lausn, og svo gildi frá 7 til 14, táknar basíska lausn. Og aftur, því basískari lausnin því hærra gildið. En nú skoðum jarðvegssýni fyrir Struthopteris spicans. Þetta jarðvegssýni, sem sagt þetta skollakambur, þetta jarðvegssýni sem voru teknar einhvers staðar í stofnum skollakambs í fjöllum. Og þetta jarðvegssýni voru mjög súr, og miðgildi sýrustigs var 4,5 og bíl frá 4,82 til 5,83. Og svona jarðvegurinn flokkast sem ákaflega súr, á ensku extremely acidic. En aftur á móti voru sýni úr búsvæði tunguskollakambs, Struthopteris phallax, þetta flokkast sem ultrasúr jarðvegur. Og miðgildi sýrustigs var hér 3,7 og lægsta gildi sem við höfum mælt þarna við deildartunguhver var bara 2,8. Og til að setja þetta í samhengi, kíkjum á sýrustig helstu jarðvegsflokka á Íslandi. Og mójörð sem sagt súrasti jarðvegsflokkur, og hér pH-gildi milli 4 til 5,3. Svo svartjörð 4,5 til 5,5. Svo votjörð 5,5 til 6,5. Brúnjörð 5,5 til 7,5 og síðasti glerjörð sem næstum því bara hlutlaust, sem sagt svona það bil 7,5. Þá getum við séð að þetta jarðvegur sem myndaðist við deildartunguhver, þetta eitthvað sem ekki að finna alls staðar á Íslandi. Þetta eitthvað sérstakt og mjög súr. Við vorum líka að skoða efnasamsetning jarðvegsins. Og jarðvegurinn sem tekin var úr búsvæði Struthopteris phallax, þetta alltaf þetta græna, þetta merk með græn lit, og svo fjólubláan lit, þetta niðurstöður fyrir Struthopteris spicans eða skollakamb. Og jarðvegurinn sem tekin var úr búsvæði tunguskollakambs hafði lægri styrk af magnesiums, mangans, járns, kadmiums og blís. En hins vegar voru heildarstyrkir nikkels, kroms, kvikasilfurs verulega hærri. Og munur á styrk zinks, koppars og kobalts voru ekki tölfræðilega marktækur.
En mest áberandi munurinn kom fram, eins og ég sagði, sem sagt fram í styrk kvikasilfurs, sem var 5 veldi hærri í búsvæði strútjópteris fallax en sem sagt í búsvæði strútjópteris spikant, snotlakams. Og svo aftur til að setja þetta í einhver samhengi, þá nýjar rannsóknir á íslenskum jarðhitasvæðum sýndu að sem sagt kvikasilfursstyrkurinn þarna í jarðvegi á bilinu 0,009 til næstum því 200 mikrogramma gram eða milligramma kilogram. Þetta sambærilegt við magn sem finnst á svæðum sem eru mjög menguð eða bara í kvikasilfursríkum jarðvegi. Hins vegar sýndu gögn okkar að styrkur kvikasilfurs í jarðvegi við Deildartunguhver, sem búsvæði strútjópteris fallax eða tunguskollakams, sem sagt eins og við getum séð verulega hærri. Sem sagt miðgildi hér vel yfir 500 og þá getum við sagt að jarðvegurinn þarna við Deildartunguhver bara algjörlega eitraður kokteil, sem alls ekki auðvelt að lifa í. En nú færum við okkur yfir eitthvað annað og nú ætla ég að fjalla nærvirði eða á ensku microclimate. Og við vitum öll að Veðurstofa rekur fjölda veðurstofa sem gefa okkur upplýsingar hitastig, vind og fleira. En þessar upplýsingar veita okkur enga innsýn í hvaða loftslagsskilyrði eru á smærri mælikvarða. Eða hvernig loftslagið lítur út frá sjónarhorni plönturnar. Og til að fá hugmynd þetta settum við sem sagt hér á Íslandi fjölda sértæka tækja sem geta mælt fyrir okkur hitastig 8 cm undir yfirborði jarðar og svo 2 cm yfir yfirborði jarðar og 15 cm yfir yfirborði jarðvegsins. En við getum líka mælt með þessum tækjum rakastig jarðvegs á 8 cm dýpi. Og svona tæki heitir TMS4, mjög létt og getur skrátt og geymt gögn á 15 mínúta fresti í allt í 10 ár. Þetta án þess að skipta rafhlöður eða lesa gögnin út úr. Þetta bara, settum þetta bara niður og svo getur þetta geymt fyrir okkur gögnin og skrátt fyrir allt að 10 ár. Og þetta satt. Sem sagt vegna þess að við erum komin með nokkra af hana reynslu og miðað við magn af gögnum sem við höfum verið skráðin verðum við eftir 3 ár, við 30% eftir. Sem sagt 30% búin að skrá í minni, sem 70% eftir af minni. Svo einu sinni ári eða áratug þar rannsakandi að heimsækja staðinn þar sem tækin var sett upp og lesa gögnin með sérstökum tengli. En eini vandinn sem hér sá að gögnin lesin með hugbúnaði sem uppsettur í tölvu og þannig maður þarf að taka tölvuna með sér út á vettvang sem getur verið krefjandi. Sérstaklega þegar veðrið ekki eins gott og hér á myndinni. En nú skoðum kannski hvernig lítur út svona gögnin út úr svona tæki. Á þessari línurit þá getum við séð hvernig reynslan sem við komum sumars getur verið frá sjónarhorni plöntu sem lifir á svæði sem snjóþungt eins og Loðmundarfjörður fyrir austan. En eins og við getum séð, raunverulega þetta bara skyndileg hækkun á hitastigi. Þetta eitthvað bara sem gerist bara allt í einu og svo byrja þetta planta að vaxa og þetta sem sagt skyndileg hækkun sem var í einhver tíma og svo lækkar síðan smá saman þegar dregur að vetri. Og svo síðan kemur snjórinn sem veitir mjög góða einangrun og veldur því að eins og við getum séð hérna, hitastig jarðvegsins fer aldrei undir 0. Sem sagt, jarðvegurinn frös aldrei. Og eins og við getum séð, þetta bara mjög stöðugur hitastig rétt yfir frostmarki næstum því allan vetur undir þetta sem sagt snjóþekju. En hér sjáum við niðurstöður rannsóknar okkar, sem sagt gula línan táknar tunguskollakamb, svo bláa línan sem lína úr búsvæði, þetta gögnin eða meðaltal á gögnum úr búsvæði skollakams til fjalla, og svo líka fjólubláa línan, þetta einasti staðurinn þar sem
venjulegur skottakambur vex á jarðhitasvæði og þetta við Trölladyngju á Reykjanesskaga. Til að vita eitthvað meira úr þessum gögnum, ekki bara skoða gröf, þá höfum við reiknað út fjöldi gilda, eins og til dæmis vaxtastigadagar, GDD, sem á ensku heitir Growing Degree Days. Þetta gildi, þetta eru verkfæri í plöntu lífsferðisfræði og GDD þessi Growing Degree Days eru mælikvarði á uppsafnaðan hita. Og þetta reiknað með því að taka heildarhita yfir grunnhita. Og grunnhiti venjulega sett á 5 stig yfir frostmarki. Svo eru froststigadagar FDD, Freezing Degree Days á ensku. Og þetta tala byrja að safnast upp þegar meðalhiti dagsins fer undir frostmark. Og þá ef meðalhiti dagsins til dæmis -21, þá hækkar það árleg FDD-gildi 21. En þegar meðalhiti 0 eða yfir 0, þá það telst ekki til árlegs summunar af FDD. Svo vorum við líka að rekna breytistuðull sem hlutfallslegur mælikvarði af dreifingu gagna og hann reknaður með sem hlutfall staðarfráviks og meðaltals og oft gefið upp í prósentum. En breytistuðullinn gefur til kynna hversu mikið gögnin sveiflast í kringum meðalgildi. Þar sem lægra gildi táknar minni breytileika og hærra gildi táknar meiri sveiflur og meiri breytileikar. Og við reiknuðum líka einnig lengt snjóþekju yfir allt tímabil. En tímabil okkar, sem sagt, við vorum að skoða þetta eins og ég glemdi bara að segja þetta. Þetta var frá hausti 2022, 2. september 2022 til 12. ágúst 2024. Þetta voru samtals 710 dagar sem við erum að tala þetta sem sagt microclimate rannsóknir. Eins og við sjáum hér eru aðstæður í jarðveginum afar ólíkar milli vaxtarstaða Skollakambs og Tunguskollakambs. Fyrir Skollakamb eru gögnin hér bara sem dæmi aftur frá Loðmundarfirði, en þetta mjög sambærilegt á öllum stöðum. Og við sjáum að meðalhiti jarðvegsins eru 10 sinnum hærra fyrir Tunguskollakamb en hitastig jarðvegs sem sagt í Loðmundarfirði eða fyrir Skollakamb. Og svo getum við líka séð úr þessum gögnum að sem sagt hitastig jarðvegsins mjög stöðugt við Deildartungukver en breytist aðeins meiri breytileiki í Loðmundarfirði. Nú skoðum við lofthiti rétt yfir yfirborði jarðvegs en hér aftur mun kaldara hjá Skollakambinum en hjá Tunguskollakambinum. En hér sjáum við líka að breytistuðull í Deildartungukver mun lægri, sem þýðir að umhverfisaðstæður þar eru stöðugri en til dæmis einhvers staðar upp til fjalla. Og svo að 15 cm hæð mun meiri breytileiki á báðum stöðum. Hitasvið komin í rúmlega 50 stig í Loðmundarfirði og ekki miklu lægra í Deildartungukver. En aftur getum við séð að þó sem sagt hitasvið gríðarlegur, þá þetta breytileiki yfir árið ekki svona mikið sem sagt í Deildartungukver og þetta umhverfi stöðugra aftur hjá Tunguskollakambinum. Við getum líka séð að það gríðarlegur munur á uppsöfnuðum hita sem stuðlar á plöntuvexti, sem sagt þetta eru gildi fyrir vaxtastigadagar 1848 fyrir Deildartungukver og bara 720 fyrir Skollakamb. Svo eru mun fleiri froststigadagar auðvitað, en lengst snjóþekju líka yfir þetta tímabil í Loðmundarfirði var 327 dagar og hér auðvitað snjóþekja var engin. Og við höfum einnig gert ítarlegar rannsóknir á plöntusamfélögum þar sem báðar tegundir lífa og við höfum borið þetta saman til að sjá hvað sem helstu munurinn. Og þetta var gerð með því að nota 100 fermetra reitir. Þetta kannski sést svona reitur aðeins hérna á myndinni.
Og þetta reitir voru svo skipt niður í 1 fermetra undirreiti og síðan voru 10 tilvíðanakennd reitir sem þessi undirreiti valdir og skoðaðir í smáatriðum. Við gerðum til dæmis tegundarlista og við höfum mælt þekkju hverrar tegundar í svona smærri litli reit. Og uppbygging plöntusamfélaga var töluvert ólík milli búsvæða þessara tegunda. Heildartegundafjöldi var til dæmis lægst við deildartungukver. Þarna voru bara 6 tegundir að meðaltali í þessum smáreitum. En 35 ættplöntutegundir uxu innan rannsóknarsvæðis í Loðmundarfirði, sem var hámark fyrir rannsóknarsvæðis fyrir Ísland. Samanlagt þekkja ættplantana var það bil 42,7% við deildartungukver, en 240% hérna ekki langt frá okkur á Tröllaskaga, sem var aftur hæsta samanlagt þekkja ættplantna. Við deildartungukver var þekkja ættplanta, tegundafjöldi og tegundafjölbreytni almennt mun lægri en á öllum öðrum svæðum, á meðan mosaþekkja var hlutfallslega mikil. Og hér eru sem sagt niðurstöður úr DSCA greiningu á plöntusamfélagsgögnum og þetta greining sýndi að samfélag með súrtöfðri spíkan voru almennt mjög svipuð og sem sagt eða með skollakamb á íslensku og sem sagt og þetta þessi hópur á meðan sem sagt I6 þetta sem sagt stofn hér sem bara stofn súrtöfðri svallags skar sig verulega frá hinum svæðum. Og þetta endurspeglar svona mismunandi uppbyggingu og samsetningu plöntusamfélags við deildartungukver. Færum nú okkur yfir erfðafræði og hér skal ég byrja að sýna ykkur svona smá frá erfðafræði og þetta verður sem sagt við höfum hér svona 4 plöntur, planta 1, planta 2, planta 3, planta 4 og hér eru sem sagt DNA-raðir frá þessum 4 plöntum og eins og við getum séð þær eru ólíkar og þetta er ekki mikið munur, þetta er bara munur á einu svona kirni. Hér A í stað C, hér T í stað A og hér T aftur í stað G. Og þetta er eitthvað sem á tungumáli erfðafræðisins kallast SNP, en á ensku single nucleotide polymorphism, þetta er svona einstakir staðbundnir erfðabreytileikar eða eitthvað svoleiðis. Og þetta eru breytingar, eins og ég sagði, í einu kirni í DNA-röðinni. Og aðferðin sem við höfum notað til að greina erfðabreytileika skollakams og tunguskollakams heitir á íslensku arfgerðagreining með rætgreiningu eða GBS á ensku, genotyping by sequencing. Og þetta byggir á því að greina slíka SNP-staði í öllu erfðamenginu. Þá erum við ekki bara að skoða breytileika í einu eða nokkrum genum, heldur á mörgum mismunandi stöðum í erfðamenginu. Og í okkar rannsókn tókst okkur að finna tæplega 150.000 svona svæði með SNP breytileika í öllu erfðamengi skollakams. En það sem kemur frá þessum greiningum er mjög áhugavert og kíkjum fyrst á þessi gröf sem sýna að helstu stofnanir sem sýnir kannski ekki svona sem sýnir hversu stofnanir eru líkir eða ólíkir erfðafræðilega. Svo á þetta gröf þegar við sjáum eitthvað svona punktar eru saman þá fyrir þetta að þessi stofnar eru mjög erfðafræðilega líkir og þetta því lengra sem sagt á milli þetta punta því ólíkar erfðafræðilega þessar stofnar eru. Og við sjáum svona stór klassi af öllum frummyndum sem bara alveg merkt með svona klátt. Og þetta meiri hluti íslenska stofna, skollakams, ásamt með stofnum frá Skandinavíu og Mið-Evrópu. Og þá við getum álíkt það
út úr þessum greiningum að plöntur í þessum stofnum eru ekki mjög ólíkar erfðafræðilega. Þrátt fyrir fjarlægðina og þrátt fyrir hafið sem á milli og næstum fyrir 3000 kilometra fjarlægt frá sem sagt hérdan til Mið-Evrópu. Þetta eru mjög líkar stofnarnir hérna eru mjög líkar erfðafræðilega séð. En það eru samt 3 stofnar sem eru ólíkir og þetta einn stofn sem frá Azoreyjum, þetta Azo 1. Svo þetta stofn auðvitað sker sig alltaf úr. Svo stofnin frá Ingólfsfirði sem merktur hér Æs 10 og svo Tunguskollakambur, þetta á þessari mynd merkt sem Æs 6. En svona lítur þetta út í stóru samhengi. Við getum séð að í raun og veru höfum við hér risastór svona Evrópskópur sem eru meiri hluti íslenska stofnun frá Noregi og frá Mið-Evrópu. Svo sem sagt eru Azoreyjar sér og svo 2 íslenski stofnarnir, Æs 10 og Tunguskollakambur. En hvað þetta þýðir? Sko, meiri hluti íslenska stofnana af evrópskum uppruna, eins og ég sagði, en það eru stofnar sem koma annars staðar frá. Og kannski þessi stofn, Æs 10, bara stofnað af gró sem kom bara alla leið frá Ameríku. En það þyrfti að stórauka rannsóknir til að leiða þetta í ljós. En svo Skollakambur, vegna þess að þetta aðalokkar spurning við einbeitt okkur á Skollakambi, má sjá í þessum samhengi sem svona áburð smáþróunar hér á landi, sem vel aðgreindur bæði formfræðilega og erfðafræðilega. Við vorum einnig að skoða merki genaflæði milli stofna og það kom í ljós að erfðablöndun til staðar bara í 2 porum stofna. Að ræða sem sagt Æs 1 og Æs 7, en þetta eru stofnar sem eru staðsettir mjög nálægt hvor öðrum á Tröllaskaga, í norðurhluta Tröllaskaga, og það kannski ekki svo skrítin eða undarlegt að við getum séð einhver svona genaflæði milli þetta stofna. En einnig fundum við merki erfðablöndun milli stofn sem var merkt Æs 3 og Æs 9. Og þetta eru stofnanir sem eru á Reykjanesskaga og á Austfjörðum. Og þetta stórmerkilegt, en líka mjög erfitt að útskýra. En það eru vísbendingar tengsl milli þessara svæða, sem sagt Austfjörðir og Reykjanesskaga. Og þessi vísbendingar koma ekki bara úr erfðafræði Skollakambs. Ég ætla að nefna einn svona dæmi, að þetta útbreiðslumynstur plantna sem finnast bæði á Austfjörðum og í suðvesturhorni Íslands. Og þetta planta sem hefur akkurat svona útbreiðslumynstur, sem passar reyndar mjög vel við þetta sem við getum séð í erfðafræði Skollakambs, þetta gullkollur, Antilles vulneraria. Og þetta sýnir okkur merki að þessi mynstur gætu hugsanlega verið eitthvað meira en svona tilviljunarkennd útbreiðsla. Og þetta mjög áhugavert efni sem gæti verið mögulega viðfangsefni frekari rannsókna í framtíðinni. En nú erum við að undirbúa grein, erum við reyndar á lokastigi að undirbúa grein sem mun fjalla niðurstöður þessa verkefnis. En tökum kannski saman það sem ég hef nú þegar sagt í svona 4 stuttum punktum. Við getum sagt að vistfræðilegur munur á búsvæðum tegunda tryggja felur í sér jarðvegshita og efnafræði, það með sýrustig, og nærvædiskilyrta sem síðan hafa áhrif á það gróðurlendi sem verður til. Og við ályktum að búsvæði í Deildartunguhver svo óvistvænt að aðeins fáar tegundir geta nú milland þar. Að meðaltali voru bara 6 eða 7 tegundir vaxa þarna. Erfðabygging stofnsins sýnir margtakan erfðafræðilegan aðskilnað á milli fallags og annarra stofna. Og við gerum ráð fyrir því að þessi aðgreining sé afleiðing smáþróunarferla. Og niðurstöður okkar sýna líka eitthvað svona nýtt.
ekki bara fyrir Ísland, heldur bara fyrir vísindi, að marktækt svipfarlegs gæti komið fram mjög snemma á þróunarferlinu. Sem sagt, þetta þróunarferli sem bara rétt að byrja, en samt höfum við fengið sem sagt mjög mikið svona aðgreining, svona svipfarslega séð, eða svona frá svona phenotype. Og ég held að nú að þeir kannski anda léttar yfir því að ég sé loksins hættur. En ég langt frá því. Það sem ég var að sýna ykkur, þetta aðeins hluti af rannsókninni sem við höfum unnið. Þetta sem ég ætla kannski sýna eitthvað líka meira af því sem ég hef ekki sýnt nú þegar, vegna þess að þetta eitthvað svona fjallar öðruvísi hluti. Og við deildartungukver árið 2021 sofnuðum við mjög nákvæmum gögnum næstum því alla þætti umhverfisins þar. Þar á meðan við höfum gert nákvæmar hitamælingar, við höfum safnað ítarleg gögn gróðurfar, auk þess sem við kortlögðum, eins og þið getið séð hér á korti, hvert einasta tunguskollakamb sem þar óx árið 2021. Og þetta mynd, ég sem sagt hérna, Randbek var að taka þetta mynd, og sem sagt ég nú að mæla hitastig í jarðvegi, og þetta svæði sem hér á myndinni, þetta einhvers staðar hérna, á þessari mynd, sem sýnir sem sagt hvernig var hitastig yfir öll þetta svæði sem búsvæði tunguskollakambs. Já, við sofnuðum gögnum sem gerðu okkur kleift til að sjá hvernig kjörhitastig tunguskollakambs og það kom í ljós að mesti þéttleiki plantna á svona fercentimeter var við það bil 42 gráður sem sagt jarðvegshita. Og allt þetta gæti nýst til að bera saman plöntufjölda og umhverfisaðstæður þá, sem sagt árið 2021, og til dæmis árið 2026, eftir svona 5 ár. Og ég vona að þetta mun gefa okkur innsýn í hvað veldur þessari fækkun í stofni tunguskollakambs sem á sér stað. Eins og við getum séð, þá árið 2017-2018 voru næstum 250 plöntur þar, en nú þetta í ár, við veit að ég var ekki að kortleggja hver einasta plöntu, en ég var bara að meta meira eða minna hvaða plönturnar gæti verið margir, og ég kom í einhver svona 80 plöntur þarna núna, sem gríðarleg fækkun. Og umhverfisgögnin sem við vorum að safna væri hægt að nota til að upplýsa ex situ verndaraðgerðir, til að tryggja það að þrátt fyrir þessa fækkun höfum við til dæmis tunguskollakamb enn í grasagarðinum í Reykjavík, eða við getum ræktað ungar plöntur sem síðan yrðu gróðursettar við deildartungukver til að bara vaxa áfram. Og til að enda þetta erindi, þá ætti ég kannski að segja að á sama tíma og við verndum og varðveitum menningararfleifðina í sofnum, þurfum við einnig að vernda og varðveita náttúruarfleifðina. Og það ekki gert auðvitað ekki með því að safna plöntum eða stoppa upp dyr og geyma þau í sofnum, heldur fyrst og fremst með því að vernda náttúruleg búsvæði þeirra. Og rannsóknir okkar sýna að án nokkurs vafa að tunguskollakambur bara mjög dýrmætur hluti af íslensku náttúruarfleifð. Og ólík til dæmis fuglum sem plöntur hafa almennt mjög lítið ádráttarafl fyrir almenning á Íslandi. En hins vegar, ef það ein tegund, ef ég þurfi að nefna ein tegund sem hluti af líffræðilegri fjölbreytni Íslands, sem krefst sérstakar athygli okkar, þá það án nokkurs vafa tunguskollakambur. Það sem sagt, það góðar ástæður til að ætla að þessi burkni, þessi tegund, hafi þróast hér og aðlagast mjög erfiðum umhverfisaðstæðum, samt næstum því enginn meðvitaður tilvist hans verðmæti, og þá staðreynd að við getum mist þetta tegund á bara þessari áratug, ekki á þessari öld, heldur bara eftir 7 eða 6 ár. Og þess vegna þurfum við með annars rannsóknir á líffræðilegri fjölbreytni. Fyrst og fremst til að átta okkur að því að þar úti eru náttúruauðæfi sem við eigum.
og við erum ekki einu sinni meðvituð Og svo síðan til að veita upplýsingar sem styðja við verndargerðir til að varðveita þetta auðæfi bara fyrir framtíð. Og takk fyrir. Fyrir Páll. Takk. Eru einhverjar spurningar? Það er hægt að skrifa í tjattið eða spurningar á sal. Ég meina, Já, þá grasagarðinn, já. Reykjavík, það ekki samt sýni þar til staðar. Já, sem sagt, það voru teknar 2 plöntur úr Deildartungu hver árið 2017 og eru varðveittar þar sem sagt, í grasagarðinum í Reykjavík og hafa ekki breyst. Sem gefur okkur vísbending að þetta sem sagt, hér ekki að segja svona phenotypic plasticity, heldur eitthvað meira en það. En svo ég veit að voru líka gerð tilraun til að rækta ungar plöntur, en þetta bara mistókst algjörlega. En nú kannski með þessum nýjum gögnum ungverfisástæður verði þetta hægt að sem sagt upplýsa þetta aðgerðir sem eru í grasagarðinum Reykjavík betur, svo að við sem gerir kannski okkur kleift til að vaxa upp ytterligare plöntur og svo gróðursetja þær á eftir í Deildartungu hver. Eða bara geyma þetta í grasagarðinum. Það ekki hægt. Já. Mæltu þungmálma í jarðvegi? Já. Það athyglisvert og sérstaklega með kvíkasyngur. Kvíkast bara lífur í götu. Fóla svo mikið svona kvik. Já. En með inngang í hvernig það getur lifað það. Já, þetta nú ekki einfald spurning. Ég ekki með svona svar ad hoc fyrir svona spurningu. Það lítur að vera ástæðan fyrir tegundafæði. Já, þetta lítur að vera ástæðan fyrir svo lítið fjölda tegunda sem geta lífað þar. En auðvitað þetta bara mjög áhugavert efni til að skoða nánar. Vegna þess að þetta ekki bara tunguskollakampur sem vex þar, þetta nokkra grasategundir, sem eru líka þarna og þá getum við kannski séð hvort þau eru nú þegar sem þolnar og þau geta þolið svo hátt styrk af kvikasilfurs. Og það sem kannski sérstaklega Deildartungu hver það að þessi jarðhitasvæði, þetta fyrirbæri sem ekki stöðugt landfræðilega séð. Þetta hreyfist, þú veist, það kemur sem sagt yfir áratugatímabil eða árþúsunda, það hreyfist frá staði til staðsins, kemur kannski einhvers konar hvað heitir á íslensku earthquake. Jarðskjálfti, já, akkurat, takk fyrir. Það kemur kannski jarðskjálfti, þá færist þetta frá einu stað í annan stað, en sem sagt það sem við vitum ekki mikið Deildartungu hver, en við vitum það, við getum við alveg viss það, að þetta hver hefur verið þarna í árþúsunda. Þetta ekki nýtt fyrirbæri. Þetta kom ekki upp fyrir 100 árum eða jafnvel sem sagt landnám. Þetta hefur verið þarna mjög lengi. Og þess vegna, þarna eru ástæður til að ætla að plöntur hafa lifað á þessu svæði í langa tíma. Og þess vegna, það eru kannski til svona genotypar sem eru búin að aðlagast. Og þess vegna finnst mér þetta mjög áhugavert svæði bara fyrir rannsókna almennt, ekki bara á tunguskollakamp. Og svo ég sé spurning frá Rannveigu. Ætlar þú að lesa upp? Það spurning á vefnum. Já. Telur þú að ýmsar hitaveitu framkvæmdir við Deildartungu hver hafi neikvæð áhrif á stopp tunguskollakamps? Það nú ómögulegt að segja á þessu sem sagt stigi. En til þess sem sagt höfum við safnað þessum gögnum bara til að sjá ef það eru einhverjar breytingar þar. Hvort hitasti jarðvegsins að lækka.
eða eitthvað annað, sem sagt, hvað sem sagt breytileiki í umhverfinu sem kannski veldur þessari fækkun. En þetta nú mjög erfitt að fullyrða að þetta eru akkúrat hitaveituframkvæmdir, en þetta alveg mögulegt, sko. En kannski eitthvað annað. Við vitum það ekki, en vonandi vitum við eitthvað eftir nokkur ár. Auðvitað tekur alltaf tíma vegna þess að ef við skoðum þetta á 1 ára fresti, þá getum við kannski breytingar eru svo litlar að við getum ekki séð þetta, en ég vona að ef við skoðum þetta á 5 ára fresti, þá getum við séð eitthvað breyting sem á sér stað og þá getum við sagt, já, kannski hitastig lækkar mjög mikið. Og ef hitastig lækkar mjög mikið, þá getum við kannski hugsað sér, en hvað ástæða þess að hitastig minnkar svo mikið? Kannski of mikið framleiðsla af heitu vatni og svo þetta nær ekki til að hita þetta hót upp almennilega eða eitthvað svoleiðis. En eins og ég segir, við vitum það ekki á þessu stigi. Eitthvað fleira sem brennur á okkur? Fleiri spurningar. Þá vil ég þakka Pavel fyrir mjög fræðandi og góða fyrirlestur í dag og minna á að næsta Hrafnaþing verður 30. október og þá ætlar Kolbrún Ólafsdóttir að flytja okkur erindi áhrif vaxtarörvandi jarðvegsbaktería á birki með undirtitlinum að möguleikar í landgræðslu og endurheimt vistkerfa á Íslandi. Kolbrún lauk meistaraprófi frá Háskólanum á Akureyri núna í haust og erindi byggt á niðurstöðum úr þeirri rannsókn. Ég þakka fyrir í dag og sjáumst eftir hálfan mánuð. Takk sömuleiðis. Takk.